Góðan og blessaðan daginn og velkomin á þennan fyrirlestur á Ferðamálastofu. Við erum með góða fyrirlesara í dag sem ætla að ræða efni sem er erfitt að segja skipti ekki máli í ferðaþjónustunni á þessum tímum. Aðalfyrirlesarar okkar er Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Ferðaklassans, og efni dagsins er í raun og veru sjálfbærni í ferðaþjónustu og ég hygg að það geti enginn haldið því fram í dag af neinni alvöru að þetta sé ekki orðið bæði mjög mikilvægt og leið áríðandi efni, þar að segja það er orðið mjög tímakrítískt að vera sjálfbær í starfsemi sinni í ferðaþjónustu í dag. Og það sem kveikti nú kannski í hugmyndina því að halda þennan fyrirlestur með henni Ástu var að hún var í viðtali þar sem hún sagði að þau ferðaþjónustufyrirtæki sem ekki yrðu orðin sjálfbær í starfsemi sinni á næstu 3 til 5 árum, að þau yrðu líklega bara ekkert með. Og þetta sló okkur nú sem svona svolítið flott staðhæfing og þetta er svolítið afgerandi. Og núna er COP27 nýliðið loftslagsráðstefnan og þannig að þessi mál hafa verið í brennipunkti undanfarna daga. En það er bæði það að þetta eru mál sem skiptir ekki máli að tala fallega á ráðstefnum, sem sagt umhverfismálin eða önnur sjálfbærni mál. Fyrir það fyrsta heldur þarf að vinna í þessu í hversdeginum, ef svo má orða. Og svo er það hitt að það má ekki gleyma því að sjálfbærnimál eru líka heilmikið annað heldur en bara loftslagsmálin, ef við má setja bara loftslagsmálin í kannski gæsalappir. Og ástæða er með þá sýn að nýsköpun, þar á meðal tækni nýsköpun, í ferðaþjónustu sé einn af aðallyklunum til að ná sjálfbærni í greininni. Og þess vegna þættar hún þetta saman í sínu fyrirlestri að einhver leyti og en við ætlum að byrja á því að segja ykkur frá því að við erum nú að halda þennan fyrirlestur að við höfum unnið hjá Ferðamálastofu heilmikla vinnu við það að búa til, má segja, tól og tæki fyrir okkar ferðaþjónustu fyrirtæki sem við vonum og ætlum að muni hjálpa þeim á leiðinni til sjálfbærni. Það er mikið talað um þörfina og nauðsynina á að verða sjálfbær og það getur kannski virst svolítið þrúgandi fyrir þau ferðaþjónustufyrirtæki sem hreinlega vita ekki hvernig þau að snúa sér og auðvitað skiptir máli að gera þessa hluti á sem skilvirkastan og þægilegastan máta. Og við hefum með svo stíga Ferðamálastofu lagt okkur fram með að búa til tólin og sniðmáttinn fyrir fyrirtækin. Þannig við ætlum að byrja á inngangi, má segja, eða stuttum fyrirlestri á því hvað er í boði sem að fyrirtækin geta nálgast bara núna í dag til þess að koma sér áleiðis í átt að sjálfbærninni. Og það er Áslaug Brím, verkefnastjóri hjá okkur í Ferðamálastofu sem ætlar að fara yfir þetta og þannig hefjum leik. Vertu velkomin, Áslaug. Já, takk fyrir og komið öll sælblessuð. Gaman að vera með ykkur í dag og fá að tala þetta mikilvæga mál sem sjálfbærnin er. Ég ætla í þessu stutta erindi mínu aðeins að byrja á smá upprifjun. Hvað er sjálfbærni og hvað er sjálfbær ferðaþjónusta? Og síðan ætla ég líka að rifja upp stefnuramma stjórnvalda til 2030 þar sem að sjálfbærnin er í öndvegi og síðan eins og Jóhann nefndi þá ætla ég að fara yfir nokkur verkefni sem eru hér á Ferðamálastofu sem ég tel tengjast sjálfbærni með beinum hætti og kannski aðalega staldra við verkefni sem ég sjálf hef verið að vinna við og einnig þá verkfæri eins og Jóhann nefndi líka sem við erum að bjóða upp á varðandi sjálfbærni. En sjálfbær þróun og sjálfbær ferðaþjónusta, mig langar aðeins að svona bara við myndum rifja upp þessi hugtök og hvað þetta þýðir
og þið þekkið þetta nú væntanlega, en sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem þróun sem mætir þörfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta sínum þörfum. Nú, sjálfbær ferðaþjónusta, það svona einhvers konar dóttur hugtak og það hefur til dæmis verið skilgreint svona að það sé hvers konar þróun eða starfsemi í ferðaþjónustu sem ber virðingu fyrir umhverfinu, tryggir verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langs tíma og ásættanleg og réttlát frá félagslegu og efnahagslegu sjónarmiði. Þannig að bara svona svo við aðeins erum með þetta á hreinu. En næstu 3 glærir eru efni sem þið kannski kannist mörg hver við og þekkið. En þetta sem sagt stefnurammi stjórnvalda sem var unnin, það var mikil vinna lögð í þetta árunum fyrir COVID að koma sér saman þennan stefnuramma. Allir hagsmunaaðilar, mjög margir hagsmunaaðilar kallaði til og þetta heitir þessu metnaðarfulla nafni leiðandi í sjálfbærri þróun og stefnurammi til 2030. Nú, eins og við öll vitum þá kom COVID og kannski flestir fóru að hugsa bara að einhvern veginn lifa af. En við þurfum auðvitað að horfa aftur til þessara hluta og ef að íslensk ferðaþjónusta á að lifa af. Þannig að þetta tímabært að við rifjum þetta allt saman upp og ég held nú reyndar og hef heyrt að það sé nú þegar byrjuð vinna við það og eins að gera aðgerðaáætlun varðandi þetta, hvernig við náum þessu markmiði og það verður spennandi að sjá hvaða leiðir á að fara og hvaða verkfæri á að nota. Þið þekkið væntanlega líka þessa mynd og ég ætla ekki að staldra lengi við hana en ég held að þarna birtast bara ótrúlega góð og falleg markmið og þetta sem við viljum örugglega öll fá að sjá að verði og eða má segja að þetta sé ákveðna sviðsmyndi líka og ég held við ættum öll að hafa þetta bara fyrir augum okkar sem oftast. Ég reikna með að þetta verði nú svona í meginatriðum allavega sambærilegt og þetta. Þó að þetta kannski verði eitthvað leyti endurskoðað, mögulega. En hér má segja að þessi svona markmiði eða þetta sem birtist á fyrri myndinni séu tekin saman með kannski einföldustum hætti. Það sem við viljum sjá að við viljum horfa til arðseminnar frekar en fjölda ferðamanna. Við viljum að heimamenn njóti ávinnings land allt. Við viljum að gestirnir okkar upplifi gæði og fagmennsku og fá einstaka upplifun í ferð sinni hingað og við viljum hvað umhverfi varðar jafnvægi milli verndar og hagnýtingar. En svona svo ég líti mig nær og okkur nær þá starfar Ferðamálastofa samkvæmt lögum eins og þið kannski vitið og í annarri greininni stendur að Ferðamálastofa skuli með starfsemi sinni fylgjast með og stuðla að þróun ferðaþjónustu sem mikilvægrar og sjálfbærar grunnstoðar í íslensku samfélagi. Það nú kannski ekki margt ég held ekkert fleira sem stendur í lögunum hvað það sjálfbærni en þetta auðvitað stórt og mikið og við auðvitað í okkar störfum fylgjum lögunum og fylgjum þessu og gerum þetta og því fannst mér áhugavert að setja á mig að sjálfbærni gleraugun og horfa á okkar helstu verkefni sem ég tiltengja sjálfbærni og það var reyndar þannig að þegar ég skoðaði listan yfir öll verkefnin sem hafa verið unnin og eru unnin þá fannst mér eiginlega allt tengja sjálfbærni og það segir kannski eitthvað leyti til hversu víðtækt þetta hugtak og hversu margt fellur þarna undir. En ég ætlaði svona að renna samt yfir okkar helstu verkefni og hvernig þau tengjast þessu og það eru auðvitað leyfismálin. Við áttum okkur öll á því hversu mikilvægt það að það séu lög og reglur og fyrirtækin að þau beri ábyrgð hvað varðar sína starfsemi. Nú, rannsóknir og greiningar umsvifamikil í starfsemi Ferðamálastofu og svo miðlun gagna og upplýsinga og þetta auðvitað áreiðanleg gögn auðvitað forsenda réttra ákvarðana
og þetta er auðvitað óendanlega mikilvægt og grundvallaratriði fyrir okkur að við höfum svona upplýsingar. Til dæmis má segja að við þurfum að vakta upplifun ferðamannanna, við þurfum að fylgjast með því hversu ánægðir þeir eru og ef það eru einhverjar breytingar á því þá þurfum við að bregðast við. Einnig til dæmis þurfum við að fylgjast með ferðamannastöðunum okkar, að þeir séu í lagi og ástand þeirra sé gott og það þarf að vakta og mæla og meta. Og svo viðhorf heimamanna, það er líka eitt sem þarf að fylgjast alltaf með og meta hvort að það sé einhverjar breytingar á því. Það er mjög mikilvægt í þessu. En þetta er bara svona örfá dæmi rannsóknir sem eru gerðar hér á vegum Ferðamálastofu og auðvitað eru fleiri að sinna ýmsum rannsóknum, fleiri aðilar og það er bara hið besta mál, sjálfsögðu. En Ferðamálastofa sinnir einnig ýmsum verkefni varðandi svæðisbundna þróun og ég nefni hérna tvö verkefni, það er samstarfi áfangastofur og áfangastaðaáætlanir, hvoru tveggja mikilvægt. Áfangastaðaáætlanir voru unnar undir stjórn Ferðamálastofu fyrir nokkrum árum og þetta er auðvitað einhvers konar stefnumótun hvers landssvæðis. Þetta eru 6 landshlutar sem hafa unnið slíka áætlun og þannig að þetta er auðvitað mikilvægt til að allir gangi í takt og séu sammála og allir hagsmunaaðilar eigi aðkomu að þessu. Nú framkvæmdasjóður ferðamannastaða, það er auðvitað mjög skýrt dæmi hvernig það tengist sjálfbærninni. Ef það er ekki hugsað vel ferðamannastaðin okkar þá drapast þau niður og er ekki sjálfbærir. En framkvæmdasjóðurinn veitir styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum og það er sem sagt umsýsla hér á ferðamannastöðum með sjóðinn en síðan er stjórn sem metur umsóknir og tekur ákvörðun úthlutanir í samvinnu við ráðherra. Nú, öryggismál á ferðamannastöðum, við áttum okkur á því að öryggi ferðamannanna okkar allra er auðvitað á að vera númer 1 og það er ekkert sjálfbært þar sem öryggi er ekki í lagi. En Ferðamálastofa tekur þátt í ýmsum verkefnum, samstarfsverkefni þó kannski fyrst og fremst varðandi öryggismál á ferðamannastöðum og geti nefnt til dæmis Reynisfjöru og gosstöðunar á Reykjanesi sem dæmi. Nú vakinn gæða og umhverfisvottun ferðaþjónustunnar er rekin hér á Ferðamálastofu þar sem er horft til gæða og gæðamála og öryggismála, menntunar og þjálfunar, umhverfismála og samfélagsábyrgð fyrirtækja. Og ég ætla aðeins að fá að segja ykkur örlítið meira hérna á næstu glæru vakan og sömuleiðis nýtt verkefni sem heitir Gott aðgengi. Síðan er Ferðamálastofa þetta í töluvert miklu erlendu samstarfi og þar sem við heyrum í kollegum okkar og vinnum með þeim og lærum af þeim og miðlum líka til þeirra og það er allir mjög uppteknir af sjálfbærninum þessar mundir. Og aðeins bara meirum vakan, af því ég tengist því í minni vinnu, þá er ég að fá að koma því að, en þetta er gæða umhverfisvottun ferðaþjónustunnar og markmið vakans er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð. Og þetta er það markmið sem við höfum haldið á lofti alla tíð frá því að vakinn hófst starfsemi fyrir tæpum 11 árum og sjálfbærnin hefur verið alltumlíkjandi í öllu efni vakans, viðmiðum og kröfum og hjálpagögnum og við höfum kannski svona seinustu misseri verið aðeins að halda því meira á lofti bara í ljósi umræðunar og áherslunar, þannig að við höfum kannski aðeins verið að reyna að draga það betur fram. En ég held ég get alveg sagt að þetta sé metnaðarfull og ítarleg gæða umhverfisvottun sem er aðlöguð að íslenskri ferðaþjónustu og það er mikil metnaður sem felst í þeim viðmiðum sem að sérfræðingar úr greininni hafa sett sér sjálfir, hvar þeir vilja sjá gæðin og öryggið og alla þessar þættir sem felast í vakanum. Og það er fjöldi manns sem hefur komið að fyrir þessari vinnu og við teljum að það að fara í vottunarferli sé góð leið til að setja sér markmið í gæðaumhverfisstarfi með sjálfbærni að leiðarljósi. Vakinn er gagnlegt verkfæri og verkfærakista og það eru öll viðmið og hjálpagögn og allt annað efni er inn á vefnum og fyrir alla að nýta sér.
Þannig að það geti allir kynnt sér þetta og unnið með þetta, hvort sem þeir eru í vottunarferli eða bara eru að bæta eitthvað hjá sér. En við bjóðum upp á hins vegar leiðbeiningar og ráðgjöf fyrir þau fyrirtæki sem að skoða vakan og velta fyrir sér að fara og fá vottun. Við höfum séð með eigin augum raunverulegan árangur vegna þátttöku fyrirtæki í þessu og við höfum séð betri starfshætti og aukna fagmennsku og það fáum við líka staðfest í þeim könnunum sem við höfum gert hjá vottun fyrirtækjum og þau tala þennan innri ávinning töluvert. Aukin áhersla á sjálfbærni getur fært fyrirtækjum margvísleg tækifæri og ávinning, bæði ímyndarlegan og fjárhagslegan. Og eitt af verkfærunum sem við erum með í vakanum þessi gátlisti sem heitir á leið til sjálfbæra ferðaþjónustu. Og þetta mjög gott verkfæri til að sjá hvar fyrirtækið statt á þessu sviði. Hvað nú þegar verið hægt að gera, hvað hægt að gera betur og hvernig maður getur sett sér markmið til framtíðar. Og eins og annað efni þá gátlistin í boði á vefsíðunni og þessi gátlisti það eru 113 tillögur í honum sem sagt, það hvernig hægt hvað hægt að gera til að innleiða sjálfbæra starfshætti í fyrirtækinu. Við erum tiltölulega nýbúin að endurskoða þennan lista og erum svolítið ánægð með hann núna og þetta í 9 köflum, hann í 9 köflum og þið sjáum þannig í fyrsta kaflan sem heitir stjórnun og starfshættir. Þar eru 17 tillögur aðgerðir á þessu sviði, hvernig hægt að innleiða sjálfbærni. Og í öðru kaflanum sem heitir Innkaup á auðlindir eru sömuleiðis 17 tillögur og síðan koll á kolli. Þannig að endilega kíkið á þennan lista. Ég ætla bara rétt að sýna ykkur hvernig þetta lítur út þetta á netinu og þetta fyrsti kaflinn og þess sem heitir stjórnun og starfshættir og þarna sjáum við þessi atriði sem eru talin upp sem til að gefa hugmyndir og eins og ég segi stundum kannski fyrirtæki nú þegar að gera heilmargt af þessu sem þarna kemur fram og þá kannski það gott fyrir mann sjálfan að vita það að maður að gera ýmislegt nú þegar. En svo líka fær maður hugmyndir þá hvað þetta að gera meira. Og það hversu mörg atriði og margir kaflar og mörg svið segir okkur náttúrulega allt það hversu viðtækt þetta sjálfbærni hugtakið og sjálfbærni. Við erum mjög upptekin í dag af orkuskiptunum og loftslagsmálunum og kolefnisjöfnun og slíku og auðvitað það sannarlega óendanlega mikilvægt en það miklu meira þannig undir eins og einmitt Jóhann nefndi líka. Í það að lokum þá ég að nota tækifæri og fá að segja ykkur frá þessu nýja verkefni og verkfæri sem við erum núna að bjóða fyrirtækjum upp á að vera með í. Að vera með gott aðgengi fyrir fatlaða auðvitað mannréttindamál og ætti að vera hluti ábyrgri og sjálfbærri starfsemi fyrirtækja. Það sem við erum að kynna líka núna svolítið að það að bæta aðgengi einnig viðskipta tækifæri og fjárfesting til framtíðar. Því það kemur í ljós þegar þessir markhópar eru skoðaðir, markhópar fatlara og aldraðra ekki síst, að þá þetta bæði mjög stóri markhópar og einnig hópur aldraðra sá markhópur sem hvað mest vaxandi til framtíðarlitið. Og þetta aðilar sem þurfa á góðu aðgengi að halda. Þannig að við segjum að þetta sé fjárfesting til framtíðar. En gott aðgengi nýtist öllum og gagnast öllum, það líður öllum bara almennt vel þegar aðgengismálin í lagi og þetta nýtist auðvitað líka öðrum hópum, ekki bara fötluðum og öldruðum heldur. Þetta getur nýst fólki sem ferðast með lítil börn og barnavagna og kerrur og slíkt og líka starfsfólkinu með restingavagnana og þess vegna einhverjum sem ferðast með mikinn farangur og þannig að þetta bara gott fyrir alla. Og þetta verkefni segjum þetta sé fræðslu og hvatningaverkefni, en þetta sjálfsmat fyrirtækjanna sem taka þátt, sem meta sig sjálf út frá viðmiðum og þau þurfa að uppfylla lágmarksviðmið aðgengismál og ef þau staðfesta það að þau gera það, þá fá þau þessi eins og merki sem þarna græna merkið uppi. Þetta merki fyrir fyrirtæki sem staðfesta að þau uppfylli gott aðgengi fyrir hreyfihamlaða, fyrir blinda og sjónskerta og heyrnarlausa og heyrnarskerta.
og síðan eru reyndar önnur merki líka í boði. En já, ég ætla þá að geta að hafa þetta lengra. Ég bara hvet ykkur eindregið til að kynna ykkur þessi verkefni og þessi verkfæri og bara gangi ykkur vel. Þakka þér kærlega fyrir, Áslaug. Og við einmitt vinnum alla þessa vinnu til þess að til verði eitthvað sem praktískt verkfæri fyrir ykkur á vellinum til að nýta. Því að markmiðið náttúrulega alltaf að ná góðum árangri sjálfbærni á skilvirkan máta. Endilega kíkja á þetta. Bara nefnaðu ykkur að ef þið eru með spurningar eða pælingar fyrir fyrirlesarana okkar 2 í dag, að þá sendiði þær í gegnum spjallboxið á Facebook og stjórnandi útsendingar mun síðan þá lesa þær upp í lokin þegar báðir fyrirlesararnir eru búnir að flytja sín erindi. En nú komið að Ástu Kristínu Sigjónsdóttur, framkvæmdastjóra ferðaklassans, og hún ætlar að segja ykkur allt sem þið vildu vita en þorðuð ekki að spyrja nauðsyn og bæði nauðsyn og tímanæmi þess að ná sjálfbærni í rekstrinum. Gjörðu svo vel, Ásta. Takk kærlega fyrir, Jóhann, og takk kærlega fyrir Áslaug, og ég held að hún hafi nú aldeilis komið okkur ljósár inn í tíman með mikilvægi þess að sjálfbærni eru auðvitað ekki lengur einhvers konar val, heldur auðvitað bara nauðsyn og eitthvað sem við erum öll að vinna okkur í áttina til. Takk innilega fyrir að bjóða mér. Ég gæti hafa hrist upp í einhverjum eða valdið einhverjum usla með þessum orðum mínum daginn, en þetta eitthvað sem ég stend fastar en á fótunum með að þeir sem ekki að huga að sjálfbærni í dag, þeir verða ekki sérstaklega framalega í þessum leik eftir 3-5 ár, og það ekki til að vera einhver gríla eða vera með leiðindi, þannig bara heimurinn að breytast og hann að breytast hratt og við þurfum öll að stíga þessa öldu saman í því. En ég ætla svona örstutt kannski byrjun að fá aðeins að segja ykkur frá íslenska ferðaklassanum sem að vonandi margir eru auðvitað farnir að þekkja og við höfum verið starfandi í 7 ár svona undir þessum merkjum, og ég byrja stundum á því að segja hvað við gerum með því að segja hvað við gerum ekki, og við erum ekki leyfisveitendur í ferðaþjónustu, það að sjálfsögðu ferðamálastofa sem sér öll þau mál. Við erum ekki að markaðssetja, það Íslandsstofa sem að sér það, og við erum ekki hagsmunasamtök, það eru samtök ferðaþjónustunnar sem að sjá það. Það sem við gerum að vinna með stjórnendum í ferðaþjónustu í því að hámarka árangur í rekstrinum sínum, og við gerum það sjálfsögðu með því að vinna með öllum þessum aðilum sem ég var að nefna. Og við höfum átt alveg frábært samstarf með öllum sem að koma að stuðningi í ferðaþjónustunni, og stundum þetta svolítið flókið fyrir aðila sem að koma inn, hvar þeir að sækja sér stuðning og hvernig þeir að vinna með hverjum og hvað þeir að gera næst. En það sem bara mikilvægt í okkar tilfelli að fólk skilji hvernig þeir geta nýtt okkur, að við erum með brúasmiðir á milli mismunandi aðila. Við erum að brúa milli háskólana til stjórnvalda, til frumkvöðla þarna úti, fjárfestinga og síðan auðvitað greinarinnar sjálfar. Þannig að við erum brúasmiðir, við vinnum með öllum og við viljum gott samstarf með þeim sem eru að gera vel fyrir ferðaþjónustuna, þannig að við verðum sjálfbær til lengri tíma og erum að vinna hörðum höndum að því. Svo kemur svona aðeins flóknari og stærri mynd. Þetta í rauninni klasakortið okkar og sýnir kannski svona aðeins hvernig við vinnum og með hverjum og af hverju það skiptir máli. Ferðaþjónustan á það svolítið til að vera að tala ferðaþjónustu við ferðaþjónustu aðila sín mál og þá kannski svona í kannski svona, þrengri hóp. En það sem við höfum opnað á og erum að gera á hverjum degi í okkar starfi að opna á og brúa til fleiri aðila. Þannig að okkar hjarta gengur út af það að vinna fyrir þarna miðjuna, kjarnan sem þið sjáið. Þetta kjarni ferðaþjónustuna, þetta eru veitingahús, ferðaskrifstofur, afþreying, flutningsaðilar og gistiaðilar. En til þess að við getum gert það, þá þurfum við auðvitað að eiga í öflugu samstarfi og fá í rauninni svona input frá öðrum, þá stjórnvöldum og opinberum stofnunum.
Við þurfum að fá input frá og svona innlegg inn í okkar störf frá áfangastaðastofunum, frá háskólaumhverfinu og öðrum. Síðan auðvitað þetta örvar sem þið sjáu að ganga í báðar áttir. Greinin líka að setja út til hinna hvað henni vantar, hvernig við þurfum að vinna hraðar og svo framvegis. Það sem líka mikilvægt að við höfum í huga að við vinnum vel með þeim sem hafa beinan haga því að ferðaþjónusta gangi vel. Og það eru þetta bara gríðarlega margir aðilar þarna úti sem að hafa mikinn hag af því að við séum að vinna vel og að ferðaþjónustan sé sterk til lengri tíma litið. Og svo eru þetta þessir aðilar sem við erum að vinna mjög þétt með eins og bara aðrar greinar, eins og sjávarútvegur, orkan, heilbrigðisþjónusta, matvælaiðnaður, hönnun og svo framvegis. Þannig að það er engin eyland þegar kemur að því að vinna í ferðaþjónustu til framtíðar og við þurfum að muna það að bæða læra hvort öðru og að nýta þennan slagkraft sem er í bara íslensku atvinnulífi og öllu þessu stóðkerfi sem við erum að vinna í rauninni í kringum. Mér langar svona örstuð þó svo að við séum öll orðin alveg hundleið og dauðþreytt af því að tala um COVID, að þá langaði mér svona aðeins að segja ykkur frá því hvað við í rauninni byrjuðum að hugsa strax í mars og apríl 2020. Og þetta hljómar einhvern veginn eins og þetta sé einhver áratugur í burtu því að það er bara svo margt búið breytast einhvern veginn síðan þá. En þá settust við niður og okkur var orðið ansi ljóst strax í mars og apríl að ferðaþjónustan væri í rauninni og þyrfti endurræsingu. Við þyrftum að hugsa ótrúlega margar hluti upp á nýtt en líka hugsa það út frá því að það væri tækifæri falin í því. Á áránum þarna 2014, 15 og 16 þá getum við allar verið sammála það að við vorum ekki sjálfbærum vexti. Við vorum að vaxa ansi hratt, innviðirnir voru ekki alveg að ráða við þennan mikla vöxt og það í rauninni líka ástæða þess að til dæmis íslenski ferðaklassin varð til. Hann varð til vegna þess að eftir honum var óskað og hann kemur til algjörlega upp úr rótakerfinu. Hann er ekki einhvern veginn eitthvað sem stjórnvöld ákveða eða er einhvers konar átaksverkefni til að komast yfir einhvern hjall. Hann er í rauninni ákveðin af fólki í ferðaþjónustu, í greininni og í breiðri virðiskeðju ferðaþjónustunar vegna þess að fólki var farið að finnast við vera að hlaupa á fratt og einhvern veginn ekki vera að ná utanum öll þessi verkefni sem voru svo brýn. Þannig að það var ákveðið að stofna klasann, í framhaldi af því síðan ákveðið við að fara í ákveðin verkefni sem voru líka brýn. En þarna á þessum tíma, núna, 2020, var einhvern veginn allt svolítið ljósin slökkt og við vissum ekki alveg hvað framtíð byði. Við vissum auðvitað að ferðaþjónusta yrði alltaf mikilvæg stoð í íslensku efnahagslífi. En við vissum ekki alveg hversu fljótt við næðum okkur aftur á strik, þannig að við fórum í alls konar verkefni. Og ég var mikið í því þess vegna og þessi glæra ennþá bara á ensku vegna þess að það var mikið leitað til okkar af alls konar erlendum aðilum til að koma og segja frá því hvað Ísland væri að gera. Þar var frábært að geta sagt frá því hvað stjórnvöld voru að gera til þess að aðstoða greinina og það var mikið spurt út í það, hvernig stjórnvöld voru að styðja við, hvað aðrir voru að gera til að styðja við, hvernig verkefni við varum að vinna til að styðja við greinina og ég held að við höfum náð alveg ótrúlega mikið að veita innblástur í það, hvernig bæði stóðkerfi þá í þessu tilfelli var það stjórnvöld bara eins og ráðuneytin og ferðamálastofa sem komu að miklum stuðningi en líka stuðningsumhverfið og við breyttum öllum okkar verkefnum í rafræn verkefni og svo framvegis og reyndum að hugsa inn í framtíðina á þessum tímapunkti sem við vorum á þarna, hvernig við næðum að halda utan stjórnendur í ferðaþjónustu í þessu frosti sem þá var. Og aðeins hvað við ákvaðum að gera líka þegar við þurftum einhvern veginn að fara í algjöra naflaskoðun á því hvað við vildum gera til að styðja sem best við greinina og stjórnendur á þessum tíma. Og við fórum algjörlega inn að kjarnanum okkar eins og við síðan gerðum í framhaldi með fyrirtækjunum og stjórnendum að við fórum algjörlega inn í þessi 3 megin fókusverkefni sem að við höfum síðan unnið að síðan. Og það er áhersla á þessa 3 hæfni þætti eða efla hæfni stjórnenda. Við erum rosa mikið að hugsa stjórnendur þó svo að það auðvitað síðan fari niður í starfsmenn og millistjórnendur og alla. En við í rauninni trúum því að ef við náum að vinna með stjórnendum í því að efla hæfni sína í þessum þáttum að þá muni það smita auðvitað niður í allt kerfið. En það eru líka bara aðrir í því að vera í endurmenntun fyrir framlínustarfsfólk og annað þannig að við höfum algjörlega einbeitt okkur að stjórnendum í þessu tilfelli. Og við erum með þessar 3 linsur, það er sjálfbærni, nýsköpun og stafræn hæfni og öll verkefni sem við veljum að vinna í snúa að þessum 3 þáttum,
alltaf með það að leiðarljósi að við séum með einhverjum hætti að auka hæfni. Og mér langar, og þetta í rauninni verkefni okkar sem að verða 7 ára núna í janúar 2023 ábyrga ferðaþjónustu, hún kristallar auðvitað svolítið það sem við erum að vinna í með þeim sem eru pínu lítil fyrirtæki. Við erum að tala 1 manna fyrirtæki og 5 manna fyrirtæki og kannski upp í 10 manna fyrirtæki. Við erum líka að tala stór fyrirtæki sem eru búin að fara og eru kannski með ótalvottanir, eru með vakan og þau eru með einhver alþjóðleg, þau eru með ISO-vottun og alls konar. Þarna blandast í rauninni ótrúlega stór og ólíkur hópur af fyrirtækjum saman og stjórnendum sem síðan ná að deila milli sín reynslu, hvetja hvort annað áfram og fara í gegnum svona þennan, þetta verkefni að bæta sig á hverjum degi og það er líka bara svo mikilvægt að muna að sjálfbærni byrjar svona með því að við séum gegnsæ og við getum rakið hvað við erum að gera. Og þetta oft tíðum þegar maður byrjar að vinna í hvað sem það undir hatti ábyrgar ferðaþjónustu eða svona í þessum öflugu sjálfbærni þáttum sem að auðvitað snúa alls ekki bara að umhverfismálum. Það rosalega sterkur svona tendens hjá okkur, svona sterk áhersla alltaf á umhverfisþáttinn þegar við byrjum að tala sjálfbærni, en sjálfbærni verður ekki náð nema það sé jafnvægi milli þessar 3 þátta sem það efnahagsmál og reksturinn í rauninni í fyrirtækinu, samfélagið sem þú ert að vinna inn í, þessi félagslegu þættir og síðan auðvitað umhverfismálin. Þannig að ef það mikið ójafnvægi þarna á milli þá auðvitað erum við aldrei að ná sjálfbærni sem slíkri. En það sem við höfum alltaf lagt áherslu á inn í ábyrgri ferðaþjónustu umhverfi, öryggi, nærsamfélag og starfsfólk og það í rauninni kristallast í rauninni síðan í miklu stærri mál. Við erum alltaf að hugsa gæði og góða þjónustu og við þurfum líka að hafa það í huga, okkur tíðrætt virðiskeðjuna, að ef að fyrirtæki ætla að ná raunverulegum árangri í sjálfbærni þá þurfa þau auðvitað að þekkja virðiskeðjuna sína. Þau þurfa að vita hvar þau eru stödd, eru þau og eru þið sem að að reka fyrirtæki, eru þið að eiga viðskipti við marga birgja og þekki þið þeirra sjálfbærnisögu, viti þið til þess að þau séu til dæmis með vottagæðakerfi eða séu á sjálfbærni vegferð og hafi markmið í þá átt. Ef ekki þá berið þið ábyrgð á því að spyrja og vita meira. Þið eru líka stundum aðilar sem eru einhvers staðar, kannski bara litlir aðilar í risastóru keðju hjá öðrum sem eru komnir með þessi mál mjög hátt á listan og þess vegna segi ég 3 til 5 ár. Vegna þess að þeir aðilar sem eru kannski stórir ferðaskipuleggjendur í dag, þeir bera rosalega mikla ábyrgð á sinni virðiskeðju og þeir eru farnir að hugsa alveg niður í lægsta byrgjan sem á langri keðju að því þeir bera ábyrgð á allir keðjunni sinni. Þannig að ef að þið eru þar, þá berið þið líka, þá eru þið í rauninni komin í þá stöðu að þurfa að aðlaga ykkur að þeirra markmiðum. Og ef þið gerir það ekki, þá þurfa þeir jafnvel að velja sér annan byrgja sem komin framar og komin með þessi mál miklu ofar á sinn forgangslista. Þess vegna höfum við lagt gríðarlega áherslu á það líka að við séum að tengja í rauninni öll þessi mál, sjálfbærnina, heimsmarkmiðin og ábyrg ferðaþjónustu í rauninni heldur utanum að vissu leyti alla þessa þætti og þið getið tengt inn í og hún auðveldar ykkur svo mikið þegar þið eru að gera markmiðin, hvort sem þið eru að fara í gegnum vakaúttekt eða hvort sem þið eru að fara að búa ykkur til sjálfbærni stefnu eða vilja setja fram heimsmarkmiðin með skýrum hætti, þá hún alltaf svona vinalega áminning það hvað þið þurfið að leggja áherslu á í því. Og það líka einhvern veginn búið að breytast rosalega mikið, það var alltaf það fyrsta sem allir komu upp með svona með athugasemdir var að það svo dýrt að fara inn í það að vera með kerfi og það dýrt að fara og verða sjálfbær. Og það kostar mig og mikið. Og ég vil aðeins bara augra með því að snúa þeirri spurningu aðeins við og fara að spyrja hvað mun það kosti ykkur að vera ekki með þessi mál algjörlega upp á 10. Því að það miklu styttra í það að við brennum upp í þann enda. Það líka mikilvægt að hafa það í huga að þetta maraþonhlaup. Við erum bara kannski að byrja fyrsta kílómetrinn núna og við erum kannski bara alls ekkert komin í form til að hlaupa heilt maraþon.
og við verðum það kannski bara alls ekkert alveg strax og við þurfum alveg að gefa okkur þann tíma og þann slaka, en leið og við erum búin að ákveða að við ætlum að fara í þessa vegferð, þá erum við komin á stað, þá erum við búin að setja tónin, og þá erum við líka búin að vera þessi hvatning fyrir aðra sem að við erum að vinna með og með svona skýrri stefnu það hvert við viljum fara og á hvaða forsendum, að þá erum við þetta bara komin í landsliðið í því að verða þessi leiðandi áfangastaður í sjálfbæri þróun og þetta eru rosalega stór orð og þeim verða að fylgja aðgerðir en það enginn sem að getur gert þetta nema fyrirtækin og ef að þið þarna úti eruð ekki einhvern veginn komin í innan gír þá erum við aldrei að fara að ná þessum stóru markmiðum okkar sem að stjórnvöld hafa sett og greinin í sameiningu og gleymum því ekki að það var mikil samstaða þessi stóru markmið og þessi stóru orð þannig að við þurfum að svona halda vel á spöðunum þannig að við getum farið áfram inn í þetta svona tímabil. Og við segjum líka og höfum lagt mikla áherslu á það í þessu svona fræðsluverkefni okkar undir hatti ábyrgrar ferðaþjónustu sem að við kusum að kalla aukum forskotið núna á árinu 2022. Að því við viljum meina það og ég segi við því að ég er auðvitað alls ekki eiland þegar kemur á því að vinna þetta verkefni. Hún Rakel Theódórsdóttir hefur unnið það með miklum sóma með okkur og náðu upp mikill og góðri stemningu meðal 70 fyrirtækja sem hafa tekið þátt núna í markvissri svona fræðslu röð það hvernig við ætlum að setja okkur sjálfbærni stefnu. Og það svona nokkri punktar og svona nokkur atriði sem eru kannski mikilvæg þegar maður að setja þessa sjálfbærni stefnu með áherslu á tengingu við heimsmarkmiðin að við erum að hafa áhrif á rosalega margt í leiðinni og ég segi stundum góð sjálfbærni stefna í rauninni eina sem fyrirtæki þurfa því það tekur á öllu í rekstrinum þínum og frábært tól sem Áslaug kom inn á tól og tæki gátlistin til þess að fara í gegnum sjálfbærni stefnuna frábær og þetta opið og við erum búin að beina öllum þangað inn sem eru að setja sér þessa stefnu að nýta sér þetta af því að þetta svona gagnvirkt, þú hakar í og færi beint í aðgerðaráætlun og þetta vinnur ótrúlega vel með þér. Þetta opið eins og ég segi og bara ótrúlega frábært að geta nýtt sér þetta. En það sem við erum að hafa áhrif á þegar við erum að setja sjálfbærnistefnu þetta bara mannréttindi. Við erum að velja það hvernig við ætlum að koma fram við starfsfólkið okkar, hvernig við ætlum að koma fram við gestin okkar, og við erum að segja þessa sögu, við erum að segja hvernig ætlum við að lágmarka ágang á viðkvæma náttúru. Náttúrun eitthvað sem við erum að nota í daglegum störfum og við verðum að bera ómælda virðingu fyrir. Það okkar fjöregg og eitthvað sem við þurfum að geta síðan sótt inn í framtíðina. Við erum líka í rauninni að segja hvernig við ætlum að bæta reksturinn okkar og ná fjárhagslegum ávinningi. Og við erum í rauninni, eins og ég segi, í gegnum alla sjálfbærnistefnuna að segja ákveðna sögu og við erum auðvitað líka að berskjalda það fyrir viðskiptavinum okkar og gestum hvernig við ætlum að gera þetta og hvernig í rauninni við ætlum að vinna í því nærsamfélagi sem við erum því að ferðaþjónustan auðvitað rosalega oft unnin í bara viðkvæmum samfélögum út all land sem að þola kannski ekki mikinn ágang eða þurfa ákveðna stýringu. Og það svona nokkri punktar kannski sem langaði að muna eftir að tala Ég tel að smæðin okkar á Íslandi, hún sé hluti af okkar samkeppnisforskoti. Við höfum rosalega stuttar boðleiðir og mikil tækifæri til að vinna saman og þess vegna líka ótrúlega gott að geta einhvern veginn leita til þeirra svona fagaðila og stofnana, opinbera stofnana sem bera ábyrgð og hlutverk gagnvart lögum eins og Ferðamálastofa og Íslandsstofa gera í okkar tilfelli. Það mjög mikilvægt að við náum einhvern veginn að vinna þetta vel saman. Síðan hringrásarhagkerfi í ferðaþjónustunni gríðarlega mikilvægt. Það mikið sóun almennt, en við þurfum líka að hugsa þegar við erum að kaupa vörur og þjónustu og við erum að uppfæra kerfi eða tölvur eða síma eða kaupa fatnað fyrir starfsfólk. Hvernig mun þetta nýtast? Get ég endurnýtt eitthvað? Get ég farið í gegnum eitthvað af því sem ég vantar og svona gert mér í hugalund hvernig þetta endurnýtist eða kemst þetta inn í hringrásina aftur og bera svolítið ábyrgð þar. Líka eins og Jóhann kom inn á og ég kem aðeins betur inn á eftir að fjárfesta í lausnum sem auðvelda sjálfbærni því að tæknin að gera okkur miklu meira kleift að verða meira og hraðar sjálfbær og verðmætasköpun og nýsköpun í rauninni hvernig við erum alltaf að hámarka þann árangur sem við viljum ná
Og líka bara aftur á þessu, að því ég veit að þetta getur verið þrúgandi og stundum finnst fólk geta leiðilegt eða næri ekki einhvern veginn að forgangsa þarna inn, en þetta alltaf langtímahugsun og við erum ekki að fara að ná þessu í neinum sprettum. Og svo líka það sem að ég hef svolítið verið að kalla eftir og bara óska eftir því að við kannski gerum enn frekar að búa til fleiri hvata í kerfinu. Ég hefði alveg viljað ganga þangað að segja að það getur enginn fengið leyfi til að vinna í ferðaþjónustu eða vera að taka á móti gestum nema að vera með votta gæðakerfi, hvort sem það sé Vakinn eða ISO eða hvað það er. En allavega við höfum þann standard og við gerum þær kröfur að þeir sem ætla að fá leyfi verði bara hreinlega að vera vottaðir aðilar eða allavega einhverju vegferð þangað. Það hefur líka gríðarlega mikil áhrif og það er ákveðin hvati að koma fólki þangað. Það hefur líka áhrif og maður er farin að sjá það inni í bankakerfinu að þeir sem að geta sýnt fram á hvernig þeir eru að vinna að sjálfbærni og ábyrgð fái betri kjör og jafnvel fá ekki lán nema að geta sýnt fram á þetta og þetta er að breytast líka mjög hratt og svo eru alls konar viðmið í útboðum eins og bara hjá Isavia sem að þú ert í rauninni að fá miklu hærri stigagjöf þegar þú ert að sækjast eftir því að veita einhverja þjónustu, þeim mun meiri ábyrgð og sjálfbærni sem að þú og bara vottu gæðakerfi sem að þú nærð að hafa þar inni. Þannig að þetta er eitthvað sem er ekki bara eitthvað nice to have eða við ættum að hugsa sem einhvern lúxus, þetta er bara nauðsynlegt og það sem við viljum meina við sem að gera núna og þurfum öll að leggjast á áran með að auka þetta fólkskot núna. Það er ekki búið að setja í lög að öll lítil fyrirtæki eða meðalstór eigi að skila sjálfbærnistefnu, en eins og ég segi áðan, það mun hafa áhrif á þá sem ekki eru þar nú þegar að stóru aðilarnir sem að þetta er komið í lög hjá þurfa að fara að velja sína byrgja eftir því hvar þeir eru. Þannig að ósjálfrátt verður þetta að ákveðni kvöð og svona lagasetningu hjá þeim sem að minni eru. Langaði bara aðeins að sýna ykkur að því ég talaði hvernig við breyttum okkar verkefnum í COVID til þess að reyna að ná til sem flestra með sem skilvirkustum hætti og einhvern veginn að ná utanum fólk. Og við gerðum það með öflugum stuðningi frá landshlutasamtökunum sem komu öll með okkur í þetta verkefni og svona bara nokkur atriði sem aðilar sem tóku þátt sögðu sem svona helsta ávinningin af því að hafa tekið þátt af þessum tíma var að þetta skerti fókus af því að það var náttúrulega bara rosalega óvissa í gangi þannig að þetta hjálpaði fólki svolítið að kafa í þeirra kjarna og endurskipuleggja sig. Það kom bara í ljós að það voru fullt af fyrirtækjum sem voru svolítið að hlaupa og gera alls konar sem var ekki endilega að færa þeim hvorki fjárhagslegan ávinning né bara ávinning yfir höfuð, fullt af gæluverkefnum eða bara svona þegar mikið að gera þá fer fókusinn svolítið. Þau komu auga á ný viðskiptatækifæri, fóru í ótrúlega mikla vöruþróun og það náttúrulega gerðist líka þegar íslenski markaðurinn varð allt í einu markaður í ferðaþjónustu á Íslandi og það gerðist líka með miklum stuðningi meðal annars innan þessara stofnunar hér. Þetta þjálfaði lykilstjórnendur í ákveðinni svona breytingarstjórnun og gaf þeim tól og tæki til að fara í gegnum bara ótrúlega svona nýjar leiðir og nota ný tæki og tól til þess. Þetta líka var að auka tengslanettið og samstarf á milli aðila sem allt í einu fóru að vinna saman þvert á landshluta. Því að þarna gátum við opna fyrir öllu landinu á sama tíma og allir voru að hittast. Þetta voru yfir 200 fyrirtæki sem tóku þátt á árinu 21 síðan og inn í árið 22. Þannig að það var ótrúlega magnað að ná einhvern veginn að svona halda áfram, að vera ekki bara í dái, heldur að vera með hausinn aðeins að halda sig við efnið og mæta á æfinguna þó að keppnistímabilið væri kannski ekki alveg ljóst hvenær við myndum byrja aftur. Það sem við gerðum líka og höfum síðan haldið áfram og þetta var þróun út úr þessu restart tourism sem ég sýndi ykkur þarna í upphafi að við fórum í rosalega öflugt alþjóðlegt samstarf af því að það kom auðvitað bara allt í einu í ljós að við vorum ekki bara eiga við einhver sér íslensk vandamál, þetta var heimurinn sem var þarna undir og mjög gott, við flökkuðum þarna á milli bara alls heimsins, við byrjuðum á Austurlandi og fórum til Afríku og svo fórum við til Svíþjóðar og enduðum í Grikklandi. Þannig að við buðum upp á vinnustofur með aðilum af þessum svæðum, þannig að við vorum að tala þeirra mál inn á þeirra svæðum og komum með alls konar bara samtal í gang. Við vorum ekki að vera einhverju sérfræðingar að sunnan í því, við vorum í rauninni bara að endurspegla
ótrúlega stórt mál sem að allstaðar og allir voru að eiga við á sama tíma í heiminum. Þannig að það eru auðvitað líka alveg ótrúlega einstakt og ég veit ekkert hvort að við eigum einhvern tímann eftir að eiga svona sameiginlega stóra áskorun. Sennilega er það auðvitað bara loftslagsváin alltaf en þetta var svona ótrúlega einstakt og eitthvað sem við náðum svolítið að vinna með og setjum þetta svolítið undir nýsköpunarhattin okkar því að þarna voru við að fá hugmyndir frá öllum heiminum og að ná einhvern veginn að miðla okkar reynslu og þekkingu. Þannig að þetta voru ótrúlega svona skemmtilegir og góðir fundir og gott verkefni sem við munum halda til streitu. Svo langar mig að segja ykkur aðeins frá svona þessari stafrænu vegferð sem við höfum verið á, svona hvernig og hvaða verkefni við erum að velja til þess að efla fyrirtæki og stjórnendur í þessari stafrænu umbreytingu sem er að eiga sér stað. Við höfum einu sinni á ári frá árinu 2017 eða 18 staðið fyrir þessari ráðstefnu Iceland Travel Tech og gerum það í góðu samstarfi við einmitt ferðamálastofu og eigum svona þetta vörumerki saman. Þarna erum við í rauninni að tengja saman og búa til ákveðið svona moment fyrir ferðatæknifyrirtæki og svo ferðaþjónustufyrirtækin til þess að hittast og læra hvert öðru. Hver eru helstu áskoranirnar þarna úti sem að tæknifyrirtækin geta þá komið með lausnir að og svo tæknifyrirtækin að sýna ferðaþjónustufyrirtækinum fram á hvaða lausnir þau hafa nú þegar til þess að auðvelda þeim lífið. Við höfum síðan gengið enn lengra inn í klasanum til þess að búa til enn tækni vettvang fyrir fyrirtæki sem eru að búa til ferðatækni lausnir. Þannig að núna erum við búin að búa til svona markvissan vettvang fyrir þau fyrirtæki og erum að fjölga í þeim hópi inn í ferðaklasanum, fyrirtækjum sem eru að einbeita sér að lausnum til þess að leysa vandamál sem eru þarna úti og koma með lausnir, meðal annars í sjálfbærni málum. Og hvernig við í rauninni flýtum þessu ferli enn frekar. Við erum líka í einu norrænu verkefni sem heitir Nordic Travel Tech Network, þar sem við komum að því að skipuleggja stóran viðskiptahraðal, þar sem 3 íslensk fyrirtæki meðal annars taka þátt. Og inn í þessu verkefni eru þetta líka bara þetta stóra tengslanett, hvernig við erum í rauninni að koma íslenskri ferðatækni á framfæri við aðila á Norðurlöndunum og stækka og útvíkka í rauninni það nett. Svo erum við í einu Evrópuverkefni sem við vinnum með sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og hann Davíð Jóhannsson kemur inn í það verkefni með okkur. Við vinnum auðvitað líka bara í rosalega svona breiðu samstarfi með ótrúlega mörgum góðum öflugum verkefnastjórum. Við erum 2 starfsmenn klasans en síðan erum við með 6 verkefnastjóra sem eru svona verktakar og vinna inn í alls konar verkefnum sem við erum með. Þetta Evrópuverkefni er 3 ára verkefni og við munum á næstu dögum ná að kynna fyrir fyrirtækjum í bæði ferðaþjónustu og tæknifyrirtækjum ákveðið tækifæri til þess að fá styrk til þess að innleiða nýja tækni í fyrirtækin og þar verður fjárhagsstuðning að ræða. Þannig að fyrirtæki geta óskað eftir fjárhagsstuðningi til þess að innleiða nýja tækni sem getur meðal annars þá hjálpa þeim í átt að aukinni sjálfbærni sem þetta bara frábært og mjög jákvætt mál. En ég ætlaði kannski svona aðeins í lokin að aðeins að bara brýna það hvað við gerum og af hverju okkur finnst það skipta gríðarlega miklu máli. DNA-ið okkar er alltaf tengt því að nýsköpun verður að vera til staðar í öllum fyrirtækjum. Hún er ekki bara fyrir frumkvöðlega þá sem eru að stofna ný fyrirtæki. Hún er og verður að vera drifkraftur allstaðar í allri ykkar líftíma kurvu í rauninni. Við erum síðan alltaf að vinna því að auka samkeppnishæfnina og auðvitað gera Ísland að bara ákjósanlegum stað til lengri tíma með því að auka verðmætasköpun og vinna gæðum og árangri innan fyrirtækjanna. Og auðvitað með það að leiðarljósi að þar séu allir með þessa möntru ábyrga og sjálfbæra ferðaþjónustu. Og bara svona aðeins til að enda á þessu, að því ég tel það svo gríðarlega mikilvægt að við vinnum og í smæðin okkar, að við nýtum hana til að vinna og læra betur af hvert öðru til þess að ná árangri. Og við höfum eiginlega komist að því svona undanfarið að þetta snýst gríðarlega mikið breytt hugafar. Og einhvern veginn okkur langar öllum mikið til þess að það verði breytingar
en við sjálf erum ekki rosalega til að breyta því sem þarf til þess að ná því. Þannig að vilji til breytinga er það sem þetta byrjar allt saman og við þurfum að vanda okkur þar. Við eigum oft drullu erfitt og erfiða daga og þetta ekkert, ég er ekki að standa hér og segja að þetta sé eitthvað einfalt eða þið þurfum við bara að rumpa þessu af. Það er stundum bara erfitt að forgangsraða þegar það er mikið annað sem býður og við erum kannski bara að hlaupa og náum ekki alveg andanum á milli og jafnvel er eitthvað að brenna sem við þurfum bara að slökkva elda. En við þurfum líka einhvern veginn að hafa það hugfast að ef við gefum þessu ekki tíma í dag, þá mun tíminn ekki endilega verða fyrir okkur eða bíða eftir okkur þegar við teljum okkur vera tilbúin. Og ég segi oft sko að þetta er svona svipað og þú ert að keyra svolítið á bensínlausum bíl og þú ætlar bara aðeins að bíða og þú veist alveg hvað gerist þegar þú tekur ekki bensín á bílinn eða hleður hann með rafmagni. Það er ekkit, þú ferð ekkit áfram. Þannig að þetta er svolítið svipað því ef við erum að vinna með einhverjar samlíkingar þar. Þannig að ég vil bara enda á því að segja að mætum til leiks með rétta hugarfarið því hugarfarið er smitandi. Jákvætt hugarfar er mjög smitandi en neikvæðni er það líka. Þannig að við þurfum svolítið að velja okkur þetta viðhorf sem við viljum fara inn í og gleði og góð orka þetta smitar líka frá sér. Þannig að þó að sé oft erfitt að þá þurfum við svona aðeins að stundum að kannski að parkera og sjá hvernig við getum mögulega haldið áfram. Því að hugrekki til þess að taka sér skref og halda okkur og fara áfram í þessa átt á líka og smitar líka út frá sér og er hvetjandi fyrir aðra. Þannig að hvetjum hvort annað til góðra verka og við skulum vera svo þjóð sem að skarar fram úr og raunverulega verður leiðandi þegar kemur að sjálfbærri þróun í ferðaþjónustu því við getum það og við eigum allt til að vinna í því. Takk fyrir mig. Kæra þakkir, Ásta Kristín, og þakkaði fyrir að benda á þá stóru breytingu sem er að öllu líkindum að verða núna í okkar umhverfi í ferðaþjónustunni. Að maður þarf að fara að spyrja sig spurningarinnar hvað kostar það mig að vera ekki með þessi hluti í lagi? Og hægt að spyrja sig hvað kostar það mig að koma þessu í horf? Að því að þetta er mjög mikilvægt þessi ábyrgðarkeðja sem að hún hefur nefnt og eiginlega útskýrt fyrir ykkur. Að það er vont þegar maður fer að missa viðskipti við ábyrg og sjálfbært rekin fyrirtæki vegna þess að þau bera ábyrgð á sinni virðiskeðju varðandi þessar hluti. Svo spurningin í dag er hvað kostar það mig að vera ekki með þessar hluti í lagi. En eins og við segjum aftur, auðvitað viljum við þetta sé ekki bara kvaðir og leiðindi og pressa, heldur finna okkur sem best hól og tæki til þess að gera þetta á skilvirkan máta. Svo ég segi það nú aftur. Eru spurningar? Þú kannski lest þar upp eða ekki heldur bara? Jú, það eru tvær spurningar komnar. Hildur Björg spyr hvort að standi til að vakinn verði vottaður af þriðja aðila. Það er spurninga. Sennilega þarf hún meira bent til Áslaugar. Segðu okkur líka hvað setni spurningin er ef það, svo við vitum. Já, það er Bárður Örn Gunnarsson, hann spyr kemur það er dýrt og mannaflsfrekt fyrir minni ferðaþjónustu fyrirtæki fá vottanir og mælingar á til dæmis kolefnisspori og hljóti vera stór þáttur í hvað seint þetta gengur. 80% af ferðaþjónustu fyrirtækjum í Íslandi hafa færri en 10 starfsmenn og hvaða lausn sérðu fyrir þeir til að lækka þröskuldinn fyrir þessi fyrirtæki svo að þau eigi greiðir aðgang að sjálfbærni vottun. Já. Er það, þú byrjar öllu að finna að taka seinna líka? Jafnvel sko, eða við báðar. Já, varðandi fyrir spurninguna, þá er þetta eitthvað sem er búið að vera lengi á óskalistanum hjá okkur að fá einhvers konar viðurkenningu af vottun fyrir vakan og höfum skoðað það töluvert. Það sem okkur sýnist verið í boði er í raun sjálfbærni vottun frá Global Sustainable Tourism Council eða GSTC og við erum svona þetta kannski aðeins bara staðið í okkur vegna þess að vakin er að uppleggi gæða og umhverfisvottun en svo vottun sem að GSTC byggður upp á er sjálfbærnivottun. Þannig að það er svona þó sannarlega margt skarist og sé sameiginlegt þá svona er ekki alveg nákvæmlega sami fókus og við höfum ágjörð því að
þurfa að leggja meiri kvaðir á vottuðu fyrirtækin eða fyrirtæki í vottunarferli, þannig að það er svona aðeins staðið í okkur en svona þetta bara ennþá á óskalistanum og það bara ekki komið lengri þar en við hver veit hvað verður. Varðandi mælingar á kolefnisspori, seinni spurningin, hvað vakan varðar, ef við erum að tala þá vottun, þá ekki gerð krafa mælingar á þessu nema fyrir þá sem eru með gullmerki. Þannig að það hægt að fá brons og silfur í umhverfishluta vakans og þar ekki þessi krafa. Það gerð svo krafa að fyrirtæki sé byrjað að kynna sér þetta og vinna að þessu og sýni fram á það, en ekki að þetta sé komið alveg bara á klárt að það sé mælingar til staðar. Þannig að þannig þessi þrepaskipting í umhverfishlutanum, en við bendum á festu og loftslagsmæli festu sem bara mjög gott tæki og hvet ykkur til að kynna ykkur varðandi þessa hluti, og síðan auðvitað sérhæfð fyrirtæki að bjóða upp á þjónustu fyrir þetta, en auðvitað það kannski kostnaður í því. En já, byrjið bara á allavega að skoða þetta og þá þið komin vel að stað, myndi ég segja. Ég vona að þetta hafi svarað einhverju leyti spurningum, en vilt þú bæta við á stað eða eitthvað? Nei. En bara ég ætla kannski líka að nefna það, bara ef það einhverja fleiri spurningar sem kvikna líka seinna, þá bara erum við sjálfsögðu tilbúin til að svara þeim og senda okkur bara post eða hringja. Ég skal kannski aðeins bæta við vegna þess að það sem kemur líka fram 80-90% fyrirtækja sannarlega í íslenskri ferðaþjónustu eru lítil eða örlítil. Þannig að við þurfum að hafa það auðvitað líka í huga þegar við erum að tala um þessi stóru málefni. Þess vegna í rauninni kemur þörfin fyrir fræðslu gegnum ábyrga ferðaþjónustu til að hjálpa þeim í gegnum grunninn, til þess að verða þá hæfari til þess að koma sér þangað. En ef að krafan í heiminum og allstaðar verður að þú verður að hafa vottun og verður að sýna fram á það með hvaða hætti þú gerir þetta, að þá auðvitað líka orðin spurningum einhvers konar stærðarhagkvæmni eða einhvers konar samtakamátt sem við verðum bara hreinlega að fara í til þess að gefa og gera fyrirtækjum sem eru minni kleift að sýna fram á það með vottuðum hætti og helst alþjóðlegri vottun. Ég þar, tím alþjóðlegri vottun. Þannig að þetta bara vegferð sem ég held að við þurfum öll að leggjast á árar með. Ekki fleiri spurningar, Halldór, eða hvað? Nei, Bárður náttúrulega vísa það til ferðaþjónustu fyrirtækja sérstaklega, Sigrún Pálsdóttir bendir á að þetta náttúrulega eigi við líka öll fyrirtæki í Íslandi. Þau séu öll frekar, yfir 90% þeirra séu lítil starfsmenn eða færri. Já. Og svona árétta það. Ok. En það ekki fleiri spurningar í bili. En það passa bara mjög vel vegna þess að við erum bara detta í klukkutíman sem við viljum ekki fara yfir það helst, af því að við þekkjum það að okkar hæfileiki til að fókusera, hann fer alltaf minnkandi með samfélagsmiðlum og örfréttum á netinu. Ég vil þakka kærlega okkar góðu fyrirlesurum fyrir þeirra upplegg í þessu og kannski þá elda sem þeir hafa kveikt eða hvað ég var að segja, hugveikjurnar sem þeir hafa fært okkur. En nú náttúrulega aðalatriðið að fara að hlaupa, eins og Ásta sagði. Svona kynningar og fyrirlestar gera þá eiginlega eingöngu gagn ef þeir verða að kveikja til aðgerða. Og ég kannski hnykki líka því sem að Áslaug nefndi áðan að þær eru báðar með netföng á heimasíðum okkar stofnan og endilega verið í sambandi við þær eða aðra sem geta hjálpað ykkur við að komast áfram í þessu. Þannig að ég þakka fyrir og við sjáumst bara í næsta fyrirlestri. Takk.